Komið sæl. Í þessu myndskeiði ætla ég að sýna ykkur hvernig við búum til eggjabikar með lofttólinu, svo kallaða, og einnig hvernig við búum til vinnupalla. Ég fer bara beint í Create Sketch og beint inn á svæði og við byrjum á því að gera hring út frá miðju. Og við ætlum að hafa þvermálið á honum 38 mm. Og síðan ætlum við nefnilega að byggja ofan hann. Þannig ég fer í Finish Sketch og vel hringinn og fer núna hérna í Construct Offset Plane. Og þá erum við að byggja fyrsta vinnupallin. Og hann 18 mm fyrir ofan síðasta hring. Og ég kíki alltaf hvort þetta hafi heppnast hjá mér. Ég vel þennan vinnupall og hægri smelli og geri Create Sketch og fer að búa til hring hérna ofan á. Og hef hann 16 mm að þessu sinni. Þetta hvort að þetta hefnaðist. Já. Hann þarna fyrir ofan. Og þá þetta bara endur tekið aftur. Finish Sketch. Veljum hringinn. Og Construct Offset Plane. Pessum okkur hérna aðeins, velja réttan hring og við ætlum að hafa núna 20 mm fyrir ofan og smellum á svæðið, hægri smellum, Create Sketch og þá það næsti hringur hjá okkur. Hann verður 30 mm. Finish Sketch. Þetta allt að ganga eftir. Og vel hann síðan. Og Offset Plane. Annan vinnupall. Síðasta vinnupallin. Og 20 mm áfram. Og þá gerum við Create Sketch og síðasti hringurinn kemur núna og hann ætlar að vera hjá okkur 44 mm. Allt í lagi. Þá eru þessi hringir komnir. Og við getum farið í Finish Sketch og núna getum við farið hérna í Create og Loft. Við veljum Loft og þetta tól þar sem að sameinar formin og býr í rauninni til formið. Ef ég smelli bara hérna á alla hringina og þá verður formið til bara út frá þessum hringjum á vinnupallanum sínum. Og ég íta OK. Og núna bara eitt eftir að gera. Það að velja svæðið hérna ofan á og fara hérna upp í Modify og Shell eða Skel og við ætlum að taka hérna, láta það grafa innan úr byggarnum. Við ætlum að hafa 2 mm í veggjaþykktina og þá erum við komin með eggjabyggarinn bara
tilbúin, það mætti vinna áfram með hann, einhver myndi kannski vilja skreita eða pússa til einhver horn eða brúnir. Ef við kíkjum hérna þá sjáum við vinnupallarnir eru hérna ennþá til staðar ef við myndum vilja fara og breyta einhverju á þeim. Eins með þessa sketsa, það er líka hægt að fara bara beint inn í þá til þess að breyta hringjum en við erum bara með eitt body, það er bara eitt hlutur sem við höfum gert. Og ég fer núna hérna hægri smella hann og geri Save as STL og íta OK. Og með þessu er ég búinn að vista hlutin sem skrá sem að væri síðan hægt að fara með í uppsetningu fyrir þrívítapröntun og það er einmitt í myndskeiði 5 sem það er tekið fyrir. Takk fyrir áheyrnina í dag.